Já, komið þið sæl á nýjan leik áhorfendur góðir. Þá allt að verða klárt hér fyrir þriðja leik dagsins í úrslitum yngri flokka Coca-Cola bikarkeppni HSÍ. Þá komið að fjórða flokki karla eldri. Hér mætast annars vegar Fjölnir og hins vegar KA. Hefði verið að kynna liðin hérna inn. Fjölnir eru með nummer 1 Axel Hrein Hilmisson, nummer 5 er Boði Ingvar Sveinsson, 7 Gauti Snær Haraldsson, 8 Elvar Otri Hjálmarsson, 9 Þorlaugur Rafn Aðalsteinsson, nummer 13 Hafsteinn Óli Ramos Rocha, nummer 14 Vilhjálmur Baldvin Árnason, 18 Bergur Guðmundsson, 21 Daniel Freyr Rúnarsson, nummer 22 Arnar Máni Rúnarsson og 24 Jón Ball Freysson. Já, KA nummer 1 Davíð Matthíasson og 16 Ágúst Elvar Ásgeirsson, nummer 2 Starri Bergmannsson, 3 Dagur Gautason, 4 Hangatýr Máni Gautason, nummer 5 Freyr Jónsson, 6 Otto Björn Óðinsson, 7 Jónatan Martin Jónsson, 9 Brynjar Valgeirsson, 10 Guðmundur Friðgeirsson, 11 Bjarki Freyr Árnason, nummer 13 Sveinn Ólason, 15 Almar Heimir Jóhannsson og nummer 18 Jón Ellert Magnússon. Magnús Kári Jónsson þjálfar Fjölni og honum til aðstoðar Arnar Gunnarsson. Andri Snær Stefánsson þjálfar KA, Jón Heiðar Sigurðsson og Dagur Árni Heimisson honum til aðstoðar. En þá hlýðum við íslenska þjóðsönginn. Dómarar leiksins í dag eru Börkur Bóasson og Hörður Aðalsteinsson. Svo við klárum kynninguna sem þjóðsöngurinn truflaði. En Fjölnir er efst í deildarkeppninni með 25 stig í 14 leikjum. KA er með 18 stig í 15 leikjum. Fjölnir vann báða leiki liðana í deildinni, bæði heima og að heiman. Og svona nokkuð örugglega, þannig að Fjölnir eru komið inn í þennan leik er sigurstranglegra liðið. En það skiptir engu máli þegar leikinni komið er í sjálfu sér. KA vann HK í fyrstu umferð bikarkeppninnar með 5 mörkum, vann svo Hauka með 3 og Fylki með 4. Og Fjölnir skellti í fyrstu umferðinni með 13 mörkum, vann svo Fram með 1 marki í hörkuleik og svo FH með 7. Sjáum þegar leikurinn fer af stað vantarlega, þá er þetta Fjölnir einkar hávaxið. Og rennilegt, þá er leikurinn farin af stað. Fjölnir lágklæddir byrja með boltann. Arnar
fyrir miðjurnar fær Þorleifur Rafn leysir. Þetta er vel gert en frábær markvarsla. Og hraður hlaup. 1-0 fyrir KA. Frábær byrjun. Norðanmanna Dagur Gautason með fyrsta markið. Frábær markvarsla þarna Ágúst Elvar Ásgeirsson. Byrjar í marki Akureyringa. Varði frá góða Ingvari Sveinsyni. Hér möguleiki á góð vörn. Hafsteinn Óli Rammars Rokka. Það er hotkast. Brotið á honum. Fjölnismennir, flott línusending. Nú skoraðir Jón Páll Freysson. Skorar hérna flotta sendingu frá góða Ingvari. 1-1. Þetta er frábær finta, virkilega skemmtilega gert Brynjar Valgeirsson. Frábær byrjun á leiknum. Ekki auðvelt fyrir strákana að feta í fótspor við henni hérna undan. Það var stórkostleg skemmtun en byrjunin frábær. Þetta er strákar sem eru bara ári eldri. Þetta er 2000. Haukakast vilja fá, það er að reyna að fá ruðning þarna norðanmenn en fá ekki. Góði aftur. Boltanum á Jón Páll en Haukakast aðeins. Þetta maður skref á Arnar Mána Rúnarsson. Og menn koma. Björn Óðinsson að reyna að brjóta sér leið í gegn en stöðvaður. Átt á stjórnarspilinu. Jónatan Martin Jónsson hérna hægra megin og Brynjar vinstra megin. Línan er Starri Bergmannsson. Dagur Gautason og Ankatýr í hornunum. Ankatýr nær ekki að grípa þennan bolta á. Svo flott sending fram. Jón Páll, frábær markvarsla. Ágúst Elvar Ásgeirsson fer á kostum hér í upphafi leiks. Það er í að annað dauðafæri sitt. Og gulrauðspjaldið á góða. Haukakast. Akureyringar, Otto. Góð vörnin hjá Fjölni. Það er eins og yfirleitt hjá þessu Fjölnisliði stærðarmunur á liðunum og KA-menn þurfa að freista þess að komast í gegnum vörnina. Mjög erfitt að skjóta yfir hana. Vörn hjá Fjölni og hraðarblöpi frábært, glæsilega gert þetta Daniel Freyr Rúnarssoni. Skorar öryggi, hefnum mittinn í 2-2. Frábær varnarleikurinn sem að skóp þetta mark. Sem eitt vörn. Fjölnismenn og hann er nokkuð framalega Jón Páll að trufla. Hérna opnast hægra hornið og þetta er vel gert. Ankatýr Máni Gautason skorar fyrsta markið sitt og kemur KA aftur yfir 2-3.
sókninni. Arnar Máni á brotið á honum. Aftur Daniel og boltan til hægri. Boði, hann fer í gegn og enn og aftur ver Ágúst Elvar. Frábær byrjun á þessum leik hjá honum. Fínn varnarleikur í Hafsteini. Tapar boltanum, KM-menn og löng sending fram. Daniel, frábærlega varið. Þvílík markvarsla Ágúst Elvar með 4. markið sitt. KM-menn. Já, þetta er ágætis hugmyndi sjálfur sér hjá Degi en Gauti Hilmisson verð þetta. Það var hornið og bið vippan, hún er slána yfir. KM-menn koma hér í sóknina. Marki yfir, 3-2. Já, flott sending þarna en hann er ekki að grípa brotið á Jónatani. Já, sendingin góð hjá Otto. Já, Jónatan frábært skot. Sveiflaði minnstur á höndinni og þetta er óverjandi. 2-4. Þolinmóður í sókninni, þannig að hafa svo sannarlega verið hérna í byrjun. KM-menn endaði á því að fá þetta fína færi. Það er Fjölnismenn. Brotið á Daniel, eitthvað kast. Eftir Daniel og hann enda hérna saman og Þangað til Máni fær 2 mínútur. Já, ekki sáttu við þetta en reið þarna aftan í Arnar og þetta er vel spilað hjá félagsmönnum. Boði Ingvar Sveinsson skora á línunni. Minnka munin í 1 mark, 3-4. 9 mínútur að vera liðnar að leiknum. Otto, Brynjar, Jónatan og aftur, skotið yfir. Hann náði boltanum ekki niður þarna, skotið yfir hávarnina en hann er svo hátt. Færri og sjálfur sér ná ekki svona mikið á að skjóta. Þessi sending ekki nógu góð og þá geta KM-menn refsað. Dagur, frábærlega varið hjá Axel Hreini Hilmissyni. Skotið sem hann ver og þetta er frábært skot. Boði Ingvar í loftu. Óverjandi, 4-4. Boltan aftur með skotið rennur, skiptir ekki máli.
Kvot enga síður í gólfið og inn. KM-menn aftur komnir yfir. Það er allt galopið vinstra megin en Arnar Máni með skotið í stöngina ná frákastinu. Já, heppnin en þarna hann á að gera þetta betur. Hann leysir Arnar. Hann fær boltann inn á línunni og frábærlega barið og enn og aftur ná Fjölnis með frákastinu. Já, svo góðið en brotið á honum. Máni. Já, ruðningur dæmdur. Já, lentu saman og Otto liggur eftir. Otto Björn. Hann harkar þetta af sér. Það fyrir leikurinn að staða aftur. Í sókninni marki yfir. Otto Brynjar með segir Dagur. Dagur reynir sendingunum á línuna og gengur ekki góða stilur þessum bolta. Þá Fjölnismenn. Jón Ball Freysson skorar af öryggi. Komið fremstur í hraðhlaupinu, jafnar metin 5-5. Þeir eru góðir í þessu. Þeir eru vinnan boltan, Fjölnismennirnir keyra fram mörgum mönnum. Skila fljótir upp og þetta er vel varist hjá Daniel Frey. Já, Otto gerir þetta frábærlega, vinnur heldur betur fyrir þessu. Og eftir þarf að bíða. Dagur. Brynjar út í horninu, Dagur hérna í skiptinu. Otto á miðunni. Þannig að hann gætir leysir. Já, virkilega vel gert. Dagur Guðmundsson fljótur á fótunum og Arnar fær gula spjaldið. Þá var markið yfir. Fyrri hálfleikur rúmlega hálfnaður í fyrri hálfleik dagsins. Sjáum áðan Selfoss vinna FH í fjórðaflokki yngri. Þetta er fjórðaflokkur eldri karla. Það var Víkingur fjórðaflokki kvenna yngri sem var bikarmeistari. Eftir fáum við úrslitaleikinn í fjórðaflokki kvenna eldri. Meðan liðin skiptist á að tapa boltanum. Það er ágætt að fara yfir þetta. Svo er það þriðji flokkur kvenna, þriðji flokkur karla og annar flokkur karla að lokum. Allt í beinni hér hjá okkur. Hafsteinn. Góði í loftu. Já, gott mark hjá Góða Ingvari, þriðja marki hans. Hérna metinn í 6-6. Katir leysir aftur. Sama kerfi og skilaði markið og hann aftur ætlaði Dagur að brjóta sig þá leið í gegnum þristinn en nú var hann stöðvaður. Aftur sama kerfi. Otto. Nei, hann er ekki skilað boltanum inn á línu. Fjölnismenn fljótir að vanda Daniel skorar. Daniel Freyr Rúnarsson með annað markið sitt.
menn komnir yfir í fyrsta sinn í leiknum. Nei, ekki gekk þetta hjá KM-unum, tapa boltanum. Núna Fjölnir ekki að keyra hraðauphlaupið. Kerfið. Arnar og Hafsteinn. Arnar og Boði í loft upp eða eitthvað. Nei, lætur boltan þetta út í hornið. Það hann aftur og glæsilegt skot hjá Boða. Ólafur fljótur að koma boltanum aftur á hann og hann skorar 8-6. Boði kom með 4 mörk. Dagur loft upp en þetta með Axel. Tapa boltanum Fjölnismenn. Dagur reynir að fara í gegn, stöðaður. Hafsteinn náði að stíga þarna nógur fyrir hann. Þetta af vörninni og yfir. Hótkast sem að KA á. Já, þetta ekkert af þetta. Hvorki Ruðningunni aukakast bara varið. Axel Hreinn með 4. skotið sitt varið. Fjölnir í sókn. Arnar missir boltan en haldunum. Já, rétt svo. Svo boltin hafi verið heil kartafla þarna. Hafsteinn, hann fyrir alla leið. Skotið í gólfið, þetta ágætis tilraun en skoppaði bara yfir. Erfitt að verjast þessu fyrir markmanninn en taka leikli. Andri Snær ætlar að ræða við sínum menn. Aðeins hyggst að sóknarleikurinn hjá KA en svo sem eru alveg þolinmóðir og bíða eftir sínu færum en það erfitt að sækja þau á þessa hávaxna vörn Fjölnismanna. Áfram KA-menn Ómar hér í stúkunni þegar liðin gera sér klár. KA-menn pínlítið lengi að koma sér út úr leiklinu en Bökkur og Hörður búnir að kalla þá. Það var sama kerfið. Brynjar, Otto í loft upp, hann að koma þessu netið. Gott skot, fyrsta markið hans, 8-7. Eitt mark
Fjölnismenn í sókninni. Á Arnar með skotið, vel varið en frákastið er Gauta sem skorar fyrsta markið sitt. Kemur þessu í 9-7 fyrir Fjölni. Dagur með boltan á Jónatan sem reynir afskaplega erfiða sendingu út í hornið sem gengur ekki. Fjölnismenn keyra hratt, Hafsteinn í loftu, skotið í stöngina og K.A. á innkastið. Þeir keyra upp hraðan við hvert tækifæri Fjölnismenn. Hreinlega bara opnir þarna með skotið. Já, hér tveggja mínútna brottvísun. Rodri hrindir þarna. Fær tveggja mínútna brottvísun nú. Það er fyrir K.A. Fjölnismenn spila enga síður með Jón Páll fyrir framann vörnina. Aftur liðsmuninn og það er ekki ástæðulausu. Frábærlega stórið hjá honum, fær svo boltann aftur hér og skorar. Jón Páll Freysson stelur boltanum, brunnar svo upp og fær sendinguna 10-7. Einum færri. Það er frábært að sjá hávaxinn línumann leika þarna fremstan í vörninni. Gríðarlega erfitt að spila fram hjá honum. Þetta er aftur á móti klaufalega. Jónatan kastaði boltanum bara beint í hendurnar á Daniel. Þurfa að hafa þetta mikið fyrir sóknarleiknum K.A.-menn. Það er að taka sinn tónn. Hafsteinn og Góði hérna dregur sig yfir til vinstri. Fær boltan svo aftur. Það er þrír þarna á sama blettinum. Hafsteinn, Góði. Hafsteinn aftur með skotið. Aftur verða Eyrarmann. Stöngina framhjá. Ruðningur á Dag Gautason, engin sóknin þessu, fór bara inn í leikmanninn. Skil þennan dóm alveg. Andri Snær sé ekki sáttur við hann. Frábært skot, vel gert Daði. Nei, fyrirgefðu Góði Ívar Sveinsson með 5. markið sitt. Það var frábær hér í þessu fyrirháleik, 11-7. Jónatan með boltan á Otto. Dagur, það er gríðarlega erfitt að spila þarna í kringum hann Jón Páll og svo löng sending fram en það eru svo fljótir. Og fer þessi inn eitthvað. Nei, þetta er varið. Ágúst Elvar verja 7. skotið sitt. Byrjaði leikið náttúrulega með látum og búinn að vera heilt yfir góður. Þá var þar mark hérna að koma þessu niður í 3, eiga möguleika að koma þessu niður í 2 fyrir hálfleik. Dagur, sáum bráðleysið en þá færi hérna út í hægra horninu en frábærlega varið. Axel Hreinn með 5. skotið sitt varið. Búinn að verja vel, ekki búinn að fá á sig nema 7 mörk. Vörnin fyrir framan hann mjög góð. Sterkt þetta Fjölnisliðið. Það er bara þannig að Hafsteinn svo með skotið. Þetta er gott mark hjá honum. Hafsteinn Óli Ramarsroka.
12-7, 5 marka munur. Fjölnismenn að koma sér í vænlega stöðu hér. 2 mínútur eru eftir að fyrri hálfleik. Nú er það Daniel Freyr sem er fremstur í vörninni. Fínt að geta skipt þessu. Það ferðist ekki um of, en þetta er vel spilað hjá norðanmönnum. Starri Bergmannsson með sitt fyrsta mark, 12-8. Þetta aftur í 4 mörk. Innleysingin gleymdi sér í vörninni. Leistinn við enginn á honum. Leysir Arnar Máni inn á línu. Daniel Lopin hann er á línunni en sendingin hernast ekki. Gauti alveg einn. Þá kemur Jónatan, fer á ferðinni, frábært skot hjá Jónatan Martin Jónssoni. Þriðja marki hans. 12-9, hún komið svo niður í 3 mörk. Það eru 40 sekúndur til hálfleiks. Arnar í loftið, frábært skot hjá Arnari Mána. Fyrsta marki hans. Kemur aftur í 4 mörk, 13-9. 10 sekúndur til hálfleiks. Hérna er að skotið, það er framhjá að hafa Fjölnismenn tíma. 3 sekúndur á. Fín sending fram. Já. Þetta telur. Gauti Snær Haraldsson. Annar marki hans, 14-9, koma þessu aftur í 5 mörk fyrir hálfleik. Þetta var rándýrt alveg hreint. 5 marka munur. Góði Ingvar Sveinsson með 5 mörk fyrir Fjölni. Jón Bald Freysson 3, Daniel Freyr, Gauti Snær 2 hvor, Hafsteinn Óli og Arnar Máni með sitt hvort markið. Axel Hreinn varði 5 skot í markinu. Hjá KM-manum Jónatan Marteinn markaðastur með 3 mörk. Dagur Gaudason skoraði 2 og skoraði sitt hvert markið. Starri Bergmannsson, Anganþýr Máni, Otto Björg og Brynjar Valgeirsson. Ágúst Elvar Ásgeirsson með 7 skot, en við ætlum að fara í auglýsingar og svo komum við með seinni hálfleikinn. Það er Toyo í kortunum, hvernig sem viðrar. Toyo harðskjaldekk, öryggi allan hringinn. Bílabú Benna, Nestek og öll betri hjólbarðaverkstæði. Það er alveg magnað hvað þú fær mikið núna fyrir 12.000 krónur. Þú getur meira með Símanum. Allt sem þú þarft að vita bíó getur þú haft í Símanum. Náðu í nýja Sambíó-appið og þú getur kynntir hvað í bíó og keypt miða. Í appinu er úrval leikja, auk þess getur þú snúið lukkuhjólinu einu sinni á dag og það er hægt að vinna bíómiða og fjölda annara vinninga. Náðu í Sambíó-appið, það margborgar sig. Jæja, gerist það. Jésús minn, það sem þú leggur ekki á því að trufla mig, sko. So today I'm meeting the father of my stepkids. Am I nervous? Holy... Did you see Dad's motorcycle? Right? Yeah. Really? Oh, he's a lot of bike, man. Why don't you go get a shirt on? Watch out! Looks like we got ourselves a good old-fashioned dad-off. Tell the Megan this is for you. You picked the wrong leisure activity, buddy. Clear! There's a zombie! Daddy's home.
komin í bíó. Ljósveitan fer að mestu eða öllu leyti ljósleiðara og með henni á íslensk heimili háhraðatengingu sem ber alltaf 5 háskerpu myndlykla og önnur nettengd tæki fjölskyldunar. Yfir 80.000 heimili allt land eiga nú þegar kost á ljósveitunni og yfir 1000 bætast við í hverjum mánuði. Hvað með þitt? Fáðu þér ljósveituna hjá eftirtöldum aðilum. Míla. Nú farðu ljúffenga pönnupítsu á Dominos. Sérlaga deig, stökkskorpa og 2-falt laga osti. Þú bara verður að prófa. Dominos. Notaðu N1 kortið og ef þú ert ekki með það, nældu þér í 1 á n1.is. N1. Hluti af daglega lífinu. Reitir fasteignafélag stærsta þjónustufyrirtæki landsins á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis. Okkar starf fer að finna fyrirtækjum réttan stað og skapa þeim hentuga umgjörð utan starfsemi sína. Við sérhæfum okkur í þjónustu og rekstri atvinnuhúsnæðis með áherslu á verslunarhúsnæði, skrifstofuhúsnæði og hótelbyggingar á höfuðborgarsvæðinu. Safum kynir. Heading to Daytona. You guys want to tag along, party some babies into us? Frá þeim sömu og færðum til Not going to Daytona. Let's go. I remember you in high school, you were talking about traveling the world. Now you're pushing some papers in a law firm. You're ridiculous. For one night, just chill. I appreciate you doing this for me, Jason. It's actually kind of fun. Did you just get naked? It's the best way to sleep. Oh my God. Dirty Grandpa frumsýnd 29. janúar. Vá. Ný Corsa frá Opel. Fáanleg með árekstrarvara. Opel hjá bílabúð Benna. Þá komið sælir á nýjan leik áhorfendur góðir. Seinni hálfleikur framundan hér í bikarúrslitum 4. flokks karla eldri. Fjölnir 14, Káa 9, þetta eru hálfleikstölur. Fjölnismenn sigldu fram úr leið á hálfleikinn eftir flotta byrjun Káamanna.
Fjölnismenn gríðarlega öflugir í vörninni, stórir og sterkir, spila þess að 5-1 vörn hér þar sem að hávaxinn mann fremstan, en ég sá ekki við þessu. Dagur Gauttason með þriðja markið sitt. 14-10, kemur sér niður í 4 mörk. KM þurfti að hafa mikið fyrir mörkunum leið á hálfleikinn, en spurningundir hafi fundið lausnar á því, en þetta er frábærlega gert hjá Arnari Mána, en betur gert hjá Ágústi Elvari sem ver frá honum. Byrjaði að leikja svona frábæri markvarslu, varði dauðafæri eftir dauðafæri. Sérlega heilmikið í hann spunnið. Þá er það skotið, þetta er auðvelt fyrir varnarmennina. Flottu varnarleikur í Hafsteinni með svo langa sendingu fram þarna er Daniel, en frábær markvarsla aftur hjá Ágústi Elvari. 9. skoti sem hann ver. Dagur reynir að fara aftur sömulega á hann, en Hafsteinn er búinn að lesa þetta. Hreinn í marki Fjölnis. Aftur kemur Jónatan. Dagur og hann með skoti, þetta er framhjáðan, það er brotið á honum. Haukakast. Hundi komin á loft, en það fer 2 tilraunir, en hvoru gengur. Hangandi og koma Fjölnismenn í sóknina, er ekkert að flýta sér á mikið, stilla bara upp. Hafsteinn, hann í lofti með sér í stöngina, nær frákastunni sjálfur, þá er Ágúst frá honum. Hann getur, hann kemur á ferðinni og eru búnir. Stelur góði boltanum, svo með langa sendingu fram, frábær sending og Jón Páll Freysson skorar 4. markið sitt. Frábær traðuplögg, frábærlega gert. 15-10, fyrsta mark Fjölnis í seinni hálfleik þó, tók 3 mínútur og 20 sekúndur. Ekki að minka mununa ráði, skoruðu bara 1 mark. Skorar núna aftur. Bjarki Freyr Árnason, flott sending út í hornið. 15-11. Hafsteinn. Góði. Það er að losa boltan, vel gert. Framheldur sóknin. Góði fer sjálfur. Stöðaður, þetta er mótkast sem að eiga, þá er það Hafsteinn Óli með skotið, það er framhjá. Menn hérna, Jónatan með skotið, þetta er vel varið, Axel Hreinn tók þetta. Aftur koma Fjölnismenn í sóknina.
fjórða podcast. Agnar Boði, hann fyrir gegn, skorar, glæsilega gert, Boði Ingvar með 7. markið sitt. Munur hann í 16-11. Skemmtilegt skot hjá Degi Gautasyni, virkilega skemmtilegt skot, 4. markið hans. Býr yfir skemmtilegri skotækni. Það fer Agnar í loftið að löngu færi, aldrei spurning. Arnar Máni Rúnarsson. Virkilega gott skot, 17-12. Stúkunni, stuðningsmenn liðanna, vel mætt að vanda, það er bara eins og hinna leikina. Stuðningsmenn sérstaklega vel stuttir, þetta styttir að koma hérna norðan. Fimmörkum yfir og með boltan, stuðningsmennirnir en vinnur Jónatan boltan. Fer allarleið sjálfur og hvað skorar Jónatan Marteinn með sitt 4. mark. Minnkamuninn í 17-13. Þetta er góður varnarleikur hjá KM-unum þarna. Og þetta er aftur Jónatan að stela boltanum, frábærlega varist. Það er Dagur, við erum til félögum sínum, þurfa að róa þetta niður. Þangatíð stillir upp. Nýskilningur þarna, kasta boltanum út af. Áklöfulegt, nú þarf við að tapa boltanum svona ótvingað. Góði, Hafsteinn, hann fer í loftið með flotta sendingun á línuna. Jón Páll skorar, Jón Páll Freysson. Það finnst að markið sig. Ná boltanum aftur KM-menn og svo er það að spila hann inn á línunni. Það var einum og mikið en frábærlega varið. Þorleifur í dauðafæri en Ágúst Elvar sá við honum. Þetta er ekki vitt við þessu svona. Það var eitthvað sem að KM fá átt og aftur inn. Þetta er á miðunni, Jónatan úti. Það fær Dagur boltan, kemur honum í netið. 2 mínútur á Brynjar ná byrgiði Þorleif. Rapp. Önnur brottisunum á Fjölni í leiknum. Brynjar aftur á vestan. Dóin á miðuna.
Bjarni hægra megin. Fjölnir strákar getur spilað alla stöður. Já, þetta er skemmtilega gert, vel gert. Almar Heimir Jóhannsson að minnka munin hér í 18-14. Fjóra marka munur. Vel gert hjá Arnari og Daniel í gegn, setur hann í stöngina. Það ætla að setja hann hérna í nærhornið. Fínt færi. KM-menn tapa boltanum. Hlauvar hér einum fleiri. Það var fínt færi hinum minn sem að reynda nýttist ekki en tapa boltanum í línunóði. Hann er stöðvaður. Jón Páll fær hér boltaninn á línunni, frábærlega gert. Markið hans. Og hann verið gríðarlega öflugur í þessum leik. Jón Páll Breysson, ekki síst varnarlega. Líka sóknarlega við hraðablöfum. Hérna er Andri Máni. Skorar annar markið sitt, 19-15. KM-menn hafa hanga í Fjölni en þeir þurfa að gera lítið betur til að koma sér inn í þetta jafna metin. Arnar í lofti, þetta syngur netinu, Arnar Máni. En gott skot, 20-15, aftur 5 marka munur. Þetta eru bara 2-25, seinni hálfleikur er rétt að verða hálfnaður. Menn þurfa að fara að fá stopp í vörninni og halda áfram að skora. Það fáir horkast. Með skotið, þetta er vel varið. Já, svo Lína Axel kom með 8 skotvarinn. Sendi út í höfni, frábærlega varið. 12. skotið sem Ágúst Elvar verið. Dagur og hann fyrir loft upp, frábærlega varið aftur. Markmennirnir aðhlutur ekki hérna. Axel Hreinn. Káa á yngastið. Já, Jónatan fer bara inn úr horninu, þeir pausuðu ekki upp á þetta, klaufalegt og Jónatan refsar í 5. markinu sínu, 20-16. Það er gott að fá svona tiltölulega ókeypis færi, fyrir ekki að hafa mikið fyrir þeim. Jón Bald og hann skorar aftur, kom með 7 mörk. Hínumöðurinn 21-16. KM-menn, Dagur. Það var brotið á honum. Dagur, Otto, Jónatan. Dagur laumar sér í gegn með allt saman. Skorar. Vissi ekki alveg hvernig átt að bregðast við þessu.
Fjölnismenn og aftur minnkaðir í 4 mörk. Spilað aftur og dauðafæri inn á línunni en Ágúst Elvar, hann vel helst ekki nema dauðafæri. Gerir það líka býsna vel. 21-17. Samt markur KM-manna sem var hér undir. Hann að fara á kostum í að verja dauðafæri. Maður þarf að huga að Arnari Mána og rifin hérna niður. Þeir ræða sín á milli hvað er að gera, Hörður og Börkur. 2 mínútur eru það á Otto. Voru að ræða það sín á milli, væntanlega hvort þetta ætti að vera 2 eða rautt, völdu 2. Heldur það að vera laukrétt. Arnar með boltan út í hornið, Daniel frábært skotið, Daniel Freyrunarssyni. Aftur komið upp í 5 mörk. Ekki að minnka muninn KM, en Fjölnismenn í bara sömu góðu stöðinu að hafa verið nánast allan leikinn. Tiltölulega þægilegt, samt ekkert of stórt forskot. Það er ennþá einhver spenna í leiknum. Jón Bald stelur boltanum og hvað? Næja, það er brotið á honum. Kári Jónsson ánægður með sína menn. Aftur út í hornið, aftur er Daniel inn og aftur vel skotið. Daniel Freyr með 4 mörk. 23-17, 6 marka munur. Gríðarlega erfitt, nánast vonlaust fyrir KA að vinna þetta upp á 8 mínútum eins og leikurinn hefur spilast. Fá ekki hraðahlaup. Sóknir beggja liða nokkuð langar. Fjölnismenn ekki að flýta sér og tekur einfaldlega tíma fyrir KA að koma það mikilli hreyfingu á Fjölnisvörnum að opnast einhverja glufur. Jæja. Þarna er einhver möguleiki, 2 mínútur á Jón Bald. Möguleiki fyrir Akureyringa að saxa á þetta og minnka muninn. Ágústi lítið yfir töluna, allan flott sending út í vinstra hornið en Axel Ver fær boltan hérna í kjálkan. Það harkar þetta á sér. Það er óþægilegt. Dagur loftu upp með boltan út í hornið. Hér er allt opið fyrir Jónatan. En góðið með flotta vörn þarna. Þeir ná samt aftur boltanum. En Axel Ver róa. Það geta flýtað sér á mikið. Þeir eru manni færri. Betra nýta allan þann tíma sem hann hefur í sóknina. Steið, Boði, Arnar. Daniel og Arnar aftur. Vel spilað og Hafsteinn með skoti í slána. Og þarna skotið svo framhjá.
Átaka KM leikli þegar 6 mínútur rúmlega eru eftir af leiknum. Staðan 23-17. Það núna eða aldrei. Fyrir Akureyringa, fyrir KM að saxa á þetta. Þeir þurfa að finna leiðina í gegnum þessa vörn Fjölnismanna KM til að segja möguleika. Þessi árgangur gráunum virðist vera alveg einstaklega sterkur. Margir upplifir leikmenn en þetta skemmtilega gert af KM-unum. Já, þeir eru útsjónarsamir. Bjarki Freyr skorar annað markið sitt. 23-18. Það er á hornunum Elvar. Hafsteinn segi Arnar, Boði, hann fer sjálfur, skorar örugglega, gott mark hjá Boða Ingvari Sveinsinni, komið með 7 mörk. 6 marka munur, 24-18. Já, fínt skotin í slána opinn með það og lína svo dæmd á Sveinn Ólafsson þurfti að fara neitt teg til að ná sér í stöðu. Þá var menn ekki sáttur við þennan dóm en hann stendur. Þannig að við 5 mínútur eftir að leiknum, 6 marka munur og Fjölnir í sókn. Skoti frá Hafsteini Óla, þetta er gott skot, annað markið hans. 25-18. Já, þetta er tiltölulega auðvelt fyrir Axel Hrein að verja. Arnar á fullri ferð að farið aftan í hann þarna. Þetta eru líklegast 8 mínútur. Já, getur ekki kvartað við því Sveinn Ólafsson. Daniel Freyr Rúnarsson skorar, kom með 5 mörk, munurinn 8 mörk, 26-18. Flotta sendingu hérna út í hornið Dagur og hanga til skorar 3. markið sitt, 26-19. Þetta minna það að við höldum þessari útsendingu sjálfsögðu áfram HK
fjóraflokki kvenna eldri næst á dagskrá. Þannig kemur að þriðju flokkunum og öðrum flokki karla. Við komum út sundag á eftir í kvöld. Já, ágætis tilþrif þarna hjá Brynjari. Það er aukakastið. Dagur, Brynjar, nei, það mátlóðs þessi fyrfi boltan hérna. Brynjar, Dagur, henni stendur út í horn, þetta er allt á erfið sending. Hennum fari líka, já, fótur óöppinn hérna, Bergur Guðmundsson missir boltan í fótinn. Aftur. Jonathan fendir út í hornið og Brynjar svo. Þetta er flott skot hjá Brynjari. Koma ferðinni og Arnar Gjörssonar flatur fyrir framan. Hann nýtir sér það 26-20. Einu og hálf mínúta eftir Fjölnismenn. Svo Arnar. Boltan út í hornið. Boltan aftur. Lið. Elvar Rótri með fína eða skemmtilega sendingu öllu heldur inn á línu sem gengur ekki þó. Brynjar, hann á ferðinni og þetta er bara stöngin. Ég var þetta ekki, sagði Axel Hreinn. Ekki oft sem að sér markmann segja þetta. Vilja fá allt skráð á sig en þetta var stöngin út af. 45 sekúndur til leiksloka. Fjölnir í sókn. Mögulega síðasta sókn þeirra í leiknum. Elvar. Boltinn á Arnar í loftu. Þetta er varið. Ágúst Elvar að verja 15. skotið sitt í leiknum. Já, þetta er vel gert hjá Degi. Skorar 7. markið sitt og minnkar þetta í 5 mörk. 26-21. Tveggja minna brottvísun á Þorleifur Aðalsteinsson. Annað skiptið. Ekkert sáttur við það. Verður ekki nútið eftir leikviti fá að klára þetta. 10 sekúndur Arnar. Hann skorar. Já, það var tími fyrir 1 mark í viðbót. Arnar 4 mörk. Nei, ekki tími. 27-21. Það eru lokatölur. Fjölnir vinnur. Það er næsta öruggan sigur hér í úrslitum fjórðaflokki karla eldri. Ræðlega sterkari aðilinn. 14-9 hálfleik, 27-21 lokatölur. Jón Páll Freysson og Boði Ingvar Sveinsson skoruðu 7 mörk hvor fyrir Fjölni. Daniel Freyr Rúnarsson 5, Arnar Máni Rúnarsson 4. Skoruðu sem hver 2 mörkin Gauti Snær Haraldsson og Hafsteinn Óli Ramsbrokka. Axel Hreinn Hilmarsson varði 12 skot í markinu. Dagur Gautason og markahæstur Akureyringa með 6 mörk. Jónatan Martin Jónsson skoraði 5. Angatýr Máni Gautason skoraði 3. Það er Brynjar Valgeirsson og Bjarki Freyr Árnason 2 mörk hvor. Skoraði Starri Bergmannsson, Otto Björn Óðinsson og Almar Heimir Jóhannsson 1 mark hver. Ágúst Elvar Ásgeirsson varði 15 skot í markinu. Fylgist svo hér með verðlaunaafhendinguna áður en við förum í viðtöl. Komum svo með næsta leik að Vörmungsborg.